Lögð áhersla á háskaakstur hálendið í auglýsingum ferðir rútunnar sem sökk í Blautulón á föstudag. Bílstjórar á vegum ferðaskrifstofunnar Adventura í Tékklandi eru þekktir fyrir háskaakstur hálendi Íslands. Þetta segir íslenskur leiðsögumaður. Á heimasíðu ferðaskrifstofunnar má sjá myndbönd með ótrúlegum tilburðum og aksturslægi rútunnar sem lenti í slysi í Blautulónum helgina. Þetta eru brot úr myndböndunum sem ferðaskrifstofan Adventura í Tékklandi notar til að auglýsa ferðir til Íslands. Þarna má sjá sérútbúnu torfærurútuna sem nú á kafi í Blautulónum. Tékkneskur leiðsögumaður fer með hópinn í 15 daga ferð hálendið og segir meðal annars í ferðalýsingunni að ekið verði hraunbreiður, svo gæti skyndilega þurft að aka yfir vatn og svo svarta sanda. Og eins og sjá má ekki einungis hrikalegt landslag í boði, heldur einnig hrikalegur akstur. Þá þessi bílstjóri ferðaskrifstofunnar nokkuð hreykinn af aksturshæfileikum sínum á hálendi Íslands og vill ólmur sýna hversu hratt farið. Ég reykist á þá síðastliðin svona cirka 3 ára minnsta kosti. Allavega 2-3 mætt þeim og séð til þeirra á Fjallabaki. Og hvernig hafa aðfarirnar verið? Af því sem ég hef séð þá hafa keyrt ansi greitt og eins og mér skilst að það sé reyndar hægt að sjá líka á myndböndum á YouTube og ég veit til þess að þeir hafa valdið svona minniháttar óþægindum á öðrum vegfarendum á vegunum inn á Fjallabaki. Slysið í Blautulónum á föstudag enn í rannsókn lögreglu en fram hefur komið í fréttum að þakka megi því að bílstjórinn í þeirri ferð þrautþjálfaður björgunarsveitarmaður að ekki fór verr þegar þessi torfærutrukkur lenti í heildjúpu vatni með 11 farþega innanborðs. Það hægt að fara þetta á svona venjulegum jeppum, kannski ekki það sem kallað slyddujeppar eða jepplingar. Við myndum ekki mæla með því að það svona örlítið grýtt í botnin en við svona venjulegar, eðlilegar aðstæður á sumadegi á að vera hægt að keyra þetta á hvaða jeppa sem og eins og ég segi það þarf eitthvað mikið að ganga á til þess að maður klúðri þessu svo. Tékkneski ferðatrukkurinn sem fór á kaf í Blautulón var dreginn á land í dag. Eigandans telur að bifreiðin hafi verið of þung. Þjóðgarðsvörður að glannaskapur sé ástæða slyssins. Ógætilegur akstur var til þess að tékkneskur ferðatrukkur fór á kaf í Blautulón, segir þjóðgarðsvörður. Trukkurinn var dreginn á land í dag. Eigandi trukksins hafnar því að ökumenn sínir farir óvarlega hálendisvegi hér á landi. Trukkurinn var á 10 metra dýpi í Blautulónum, aðgerðir til að bjargunum hófust í gær. Síðan í morgun þá lyftum við honum upp, fleyttum honum hérna yfir lónið þar sem að þægilega að taka hann upp og svo komum við skurðgröfu og hún dregin upp. Hann var talsvert lengi hérna við bakkanum, hérna fyrir neðan. Já, hann svolítið brottur þessi bakki, hann svolítið örfur, en hérna þetta tókst ágætlega. Það brotnaði stuðurinn framan, ég held að sé eina sem svona brotið. I think the problem here in the lake was the truck was too heavy to pass this way. Anna segir hins vegar þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði sem telur að ógætilegum akstri sé að kenna. Samkvæmt heimildum fréttastofu sést sá ógætilegi akstur á myndbandi sem tekið var af slysinu. Trukknum var keyrt fram og tilbaka, skyndilega dettur hann niður öðrum megin og hverfur á 15 sekúndum. Our drivers are educated to don't be adrenaline people. They need to be very responsible people. But the videos don't show them as driving very responsibly. I cannot comment. Það nokkuð ljóst að þessi trukkur verður ekki notaður hér á landi í bráð að minnstakosti. Tékkneska ferðaskrifstofan hefur eins og leigt bíla hér á landi til að sinna þeim ferðamönnum sem áttu pantað þar í sumar. Flytja átti trukkinn til byggða í kvöld til viðgerða og jarðrask við Blautulón verður lagað. En það sér hins vegar á staðnum. Í Blautulón lágu nokkrir tugir lítra af hráolíu úr trukknum. Þeir lítra settu sinn svip á lónið í dag. Ekki fylgst með starfsemi erlendra ferðaþjónustufyrirtækja hér á landi eða skráð hversu margir ferðamenn koma á þeirra vegum. Varaformaður Félags íslenskra leiðsögumanna vill skylda erlendar ferðaskrifstofur til að hafa íslenska leiðsögumenn með stórum hópum ferðamanna. Ferðaskrifstofur á Evrópska efnahagssvæðinu geta starfað hér á landi á grundvelli erlendra starfsleyfa. Hjá Félagi íslenskra leiðsögumanna vilja menn að erlend fyrirtæki verði skylduð til að hafa íslenska leiðsögumenn með í för, sérstaklega á hálendinu og innan þjóðgarða. Slíkar reglur séu í gildi víða erlendis.
Það víða í Evrópu og annar land og kannski bara á eitthvað víst svæði eins og Madrid og Suður-Spáni og Ítalíu. Það skylt að vera með heima leiðsögumaður með hópnum þó þú með íslensk fararstjórn. Þá vilja leiðsögumenn að starf þeirra verði gert löggilt. Ef það löggilt starfsheiti þá hægt að gera ýmislegt, reikna úr félagi og bara taka af leyfi til að fara með leiðsögumenn Ísland. Fleiri myndir hafa komið í ljós af tetratrukk tékknesku ferðaskrifstofunar Adventura, þó stór hluti myndbanda af ferðum trukksins Ísland hafi verið fjarlægður af heimasíðu ferðaskrifstofunar síðdegis í dag. Hér sést þegar trukkurinn keyrir út af vaði í Krossá í Þórsmörk og festist í pytti. Í september í fyrra lá svo nærri að illa færi þegar trukkurinn mætti jeppa í blindbeygju við Landmannalaugar. Ökumaður jeppans segist hafa náð að forða lífi sínu með því að svifta bílnum upp í hlíðina og fleygja sér yfir í farþegasætið.